Velkomin í Biblíuna á mannamáli. Þá höldum við áfram að skoða Biblíuna, þessa merku bók og það sem hún hefur að kenna okkur. Móli dagsins kemur úr orðskviðunum sem í Gamla testamentinu og orðskviðin samansafn eða ágrip af spakmælum gyðingaþjóðarinnar og spannar yfir margar aldir. Það algjör gullnáma að fara í orðskviðina. Ef þú vilt kíkja bara á spakmæli og speki sem getur hjálpað okkur í lífinu, bara að takast á við lífið og tilveruna, þá þar að finna gullmóla, hreina gullmóla. Aðal einkennin í þessu speki, þetta svona samansafn og þú finnur þessa speki reyndar í öllu Gamla testamentinu þar sem farið yfir sögu Ísraels þjóðarinnar og hún sögð og þannig svo þetta sé samantekið og það hnitmiðað og ég ætla að grípa þar niður í kjarnin, áður ég kannski gríp niður í kafla 2 vers 6 sem mólin okkar í dag, þá nefna það að ef þú tekur einhvern heildarþráð í spekinni þá hann að óttast drottinn. Það upphaf spekinnar. Fyrsta lagi að óttast, þarna ekki verið að tala um orðið vera hræddur við Guð. Það ekki það sem að merkingin heldur, kannski þetta nefnir til nokkrum punktum en ég ætla að nefna 2. Það í fyrsta lagi bara að kannast við að Guð viðurkenna það, leita hans, sjá hann og númer 2, að virða hann sem skapara. Þetta ekki, ég svo hræddur við Guð, þess vegna ætla ég að gera þetta, heldur Guð og ég hans sköpun og ég leita til hans eftir speki, eftir innsæi. Hvað spekin? Speki ekki endilega þekking, sjáðu. Ég myndi skilgreinda þannig, einföld skilgreining en hún virkar ágætlega til þess að ná samhenginu. Það þekking. Þekking eitthvað sem þú aflar þér. Þú getur lesið, þú getur hlustað, þú getur farið og prófað og upplifað og reynt og það aflar þér þekkingar. Spekin eða vísdómur það svo hvernig þú notar þá þekkingu sem þú búin að afla þér. Það spekin. Hvað gerirðu við allt lífið sem þú þekkir? Hvað gerirðu við kringumstæðurnar sem þú hluti af og þú hefur lært og núna hluti af þínu lífi? Hvernig nýtur það, notar það og lifir því þannig að það setur blessunar? Það speki. Það að nota þekkinguna á réttan máta og lesum þá í öðrum kafla í orðskviðunum. Það segir svona í 7. versi: Drottinn eða Guð veitir speki. Af munni hans kemur þekking og hyggindi. Þarna bara rennur þetta saman. Guð getur gefið þér innsæi og þekkingu en líka hyggindi, það að segja vísdóm og spekjum hvernig þú nýtir þá þekkingu. Og þarna okkur einfallega sagt, og það var trúgyðing og nú enn, að drottinn Guð, hann uppsprettur allar þekkingar og allar speki í veröldunni. Og þegar vel að gáð, þá má sjá að það hann sem hefur gefið innsæi og hans orð og trúin á hann hefur komið svo víða við í einum bestu og helstu uppfinningum mannkynsins. Það vegna að þar kom speki til staðar. Vantar þig speki í lífið þitt? Finnst þér lífið þitt verið reiðuleysi? Finnst þér lífið þitt vera þannig að þú vitir ekki alveg hvert fóturinn að stíga alltaf, að þú vantar bara innsæi? Þá byrjarðu með því að viðurkenna Guð með því að játa það, heyrðu, hann það einhver sem skapaði mig, sem æðri og stærri heldur en ég. Og ég ætla að byrja að opna hjarta mitt fyrir honum. Ég ætla bara að byrja að skoða. Sumir komin langt í þessu, sumir sem að hlusta komin langt í þessu. Við gerum þetta daglega og kannski nokkur sem að dag þess vegna. Aðrir ekki. Við byrjum. Við höldum áfram og þannig vöxum við á döfnu. Þetta móli dagsins. En þá það Markúsar guðspjallið. Muniði í síðustu viku, við vorum að tala dæmisöguna
sáðkornið og manni sem fór út að sá mustaskornið og allt þetta og tvisvar sinnum allavega þá kom fram það sem ég ætla að lesa núna í 4. kafla 33. versi. Það segir: í mörgum slíkum dæmisögum flutti Jesús þeim orðið svo sem þeir gátu numið, þar að segja fjöldanum. Hann talaði í dæmisögum og án dæmisagna talaði hann ekki til þeirra. Allt sem hann kendi fjöldanum var í dæmisögum. En fyrir lærisveinunum muniði þeir komið til og segja: hvað merkir þetta? Og þá sagði niðurskiptið: skiljið þetta ekki, fólki mitt, elsku vinir, þá skiljið nú lítið að þið sé að reyna að kenna ykkur. Og svo útskýrðan. Því að hann talaði dæmisögum til fjöldans, en fyrir lærisveinum sínum útskýrði hann allt þegar þeir voru einir. Hann útskýrði allt þegar þeir voru einir. Með öðrum orðum, það er ekki víst að við fáum alltaf, þegar við lesum Guðspjöllin til dæmis, að við fáum alltaf að kafa inn í allt sem að lærisveinarnir fengu að heyra. Við fáum kannski bara skyggnast inn í það sem að Jesús sagði við fjöldan, og þar með náttúrulega lærisveinar líka. En við fáum ekki alltaf að heyra það að þeir eru komnir einir og sestir að kvöldverði með góða lambasteik eða fisk, að þá sagði Jesús einhverja hluti sem að við kannski fáum ekki að vita um. En það er þessi dýpri skref, og þau eru til, þau eru að finna, og við höfum eftir að fara í þess seinna. En ástæðan við nefnum þetta núna er að það er einmitt hér í næstu köflum 6 og 7, jafnvel til 8, til að lesa þar svolítið fyrst og síðan að benda ykkur ákveðna hluti sem koma fram svolítið merkilega, og það skilur ykkur eftir með spurningu og við sjáum hvort við náum að svara þeirri spurningu í dag eða bara á föstudaginn, sjáum til. En nú ætlum við að lesa, við ætlum að grípa niður í 6. kafla eða við erum með biblíuna með þér eða hjá þér og hefur tök á því að fylgjast með, þá gerur við það, annars bara hlustu við. Það er frá 7. kafla, eftir svolítið lestur, bæði 7. og 8. kafla, en það skiptir miklu máli. Og nú vil ég bara segja ykkur að strax, flest, ef ekki öll, kannist við þessa frásögu sem ég er að fara að lesa. En ekki endilega höfum öll kveikt á því hvað gerist þegar það er allt yfirstaðið. Frá versi 30 í 7. kafla Markúsar. Postularnir komu nú aftur til Jesú og sögðu honum frá öllu því þeir hefðu gjört og kennt. Hann hafði sem sagt sent þá út, gefið þeim vald til að lækna sjúka og boða fagnaðarerindið, og þeir voru að koma tilbaka og þeir voru að segja honum svona sögurnar: ég lendi í þessu og þetta gerist þarna og svo framvegis. Hann sagði við þá: komið nú á óbyggðan stað svo við séum einir saman og hvílist stund. En fjöldi fólks var stöðugt að koma og fara, svo þeir höfðu ekki einu sinni næði til að matast. Með öðrum orðum, Jesús, hann segir: förum núna afsíðis. Þið eru komað, þið eru búin að vera að predika, þið eru þreyttir, ég er þreyttur, það búið að koma fjöldi fólks endalaust fram og tilbaka. Förum núna afsíðis. Og við erum ekki einu sinni búin að borða saman, strákar. Þeir fóru í bátnum, sest út á Galileuvatnið, einir saman á óbyggðan stað. Þeir sigldu yfir til þess að komast á stað þar sem var ekki byggð. Menn sáu þá fara og margir þekktu þá. Þarna fer Jesús og lærisveinarnir, þeir eru að sigla þarna yfir, hvað skyldur ætla að lenda? Með stefnu bátsins þá ætla að lenda þarna, förum þangað. Og þegar Jesús steig á land, þegar fjöldi fólks var mættu á staðinn, segir reyndar hérna, þegar Jesús steig á land, sá hann þar margt manna og hann kenndi í brjóstum þá, því þeir voru sem sauðir sem engan hirði hafa. Þau voru þyrst, þau voru að ákalla Guð skilning, þau þyrsti í vísdóm og innsæi. Og hann kendi þeim margt, segir í lok versins 34. Svo höldum við áfram. Þá mjög var áliðið dags, komu lærisveinarnir að máli við Jesú og sögðu. Sem sagt, þeir búin að vera allan daginn og það langt liðið á daginn
og fólk voru þreytt, fjöldi manns á staðnum. Þá koma lærisveinarnir til hans og segja: Hér er engin mannabyggð og langt á daginn liðið. Látið fólkið fara svo það geti náð til bíla og þorpa hér í kring og keypt sér eitthvað til matar. Með öðrum orðum, við erum ekki inn í bænum, við erum fyrir utan bæina og það er engin verslunir, það er ekki að ná sér neitt að borða, svo nú skulum við gera pásu og öllu saman svo þau getur farið inn og fengið sér eitthvað að borða. Er þetta ekki bara spurning eða beiðni til Jesús, ósk sem er bara henni eðlilegasti heimi? Jesús, tökum nú pásu. Fólkið þarf að borða og við þurfum að borða. Leyfum að fara. Og þá kemur Jesús með eitthvað sem bara, hvað er hann að meina? Og hann segir: Gefið þeim sjálfir að éta. Þeir svara honum: Eigum við að fara og kaupa brauð fyrir 200 denara og gefa þeim að éta? Jesús spyr þá, þeir hugsuðu strax, já, hann er að senda okkur í verslunarleiðangur inn í verslanirnar til að kaupa matinn. Jesús spyr þá: Hve mörg brauð hafið þið? Farið og gætið að, gáið hvað er mikið brauð á meðal okkar. Þeir hugðu að og svöruðu: Það sem við finnum eru 5 brauð og 2 fiskar. Þá bauð hann þeim að láta alla setjast í grængressið, þeir voru sett bara út í náttúrunni, og skipta sér í hópa. Fólki settist niður í flokkum, 100 sumum en 50 öðrum. Og Jesús tók brauðin 5 og fiskarna 2, leit upp til himins, þakkaði Guði, braut brauðin og gaf lærisveinum sínum til að bera fram fyrir mannfjöldan. Fiskunum 2 skipti hann og að meðal allra, bæði svo þetta brauðunum 5 og fiskunum 2. Og allur fjöldin neytti og urðu mettir. Þeir tóku síðan saman brauðbitana fylltu 12 körfur, svo og fiskleifarnar. En þeir sem brauðina neittu voru 5.000 karlmenn. Í þessu samfélagi, 5.000 karlmenn, sem því það voru líka konur og börn. Það er miklu meiri fjöldi heldur þó að sé oftast tala 5.000. Voru lærisveinarnir karlrembur að taka þetta fram að þetta var? Nei, ég held að þetta sé mjög einföld skýring á þessu. Að vísu í samfélaginu þarna var þessi skipting milli karla og kvenna allt öðruvísi heldur en að Jesús síðan boðaði og við höfum fáum að reyna hér á Íslandi okkar í dag. En ég held að þetta sé bara einfalt. Til að sirka út hvað eru margir á staðnum og telja bara karlmanns höfuðin. Það er einfalt heldur en að telja allar húuna, það er einfalt að peka það út og svo eru þetta það er alveg skipt að það eru konurnar reyndar eða börnin. En það hefði ekki gefið kannski rétta mynd af fjöldanum. Þannig að það er allavega 5.000. Og þarna segir sagan okkur yfir þegar Jesús mettaði 5.000. En það eru 5.000 karlmenn sem þýðir að það voru miklu fleiri þarna. Og líka allar konurnar og all börnin. Þannig að þetta er eitthvað mikið í gangi og Jesús, í flestum tilfellum höldum við bara að þarna sé Jesús bara að sýna mátt sinn og megin, sýna að hann elskar fólkið og hann getur gert kraftaverk og við þurfum ekki að eyða tími að labba inn í bæ og kaupa mat. Kemur í ljós. Við höldum áfram í versi 45. Tafarlaust. Þetta er dálítið stílinas Markus að tafarlaust. Allt í skyndi það bara úr einu í annað, 1, 2, 3. Tafarlaust knúði Jesús lærisveinana sína að fara í bátinn og halda á undan honum yfir til Betsædu. Þeir eru semst búin að borða, það er allir búin að borða og þegar allt var yfir staðið þá fara þær aftur í bátinn og fara tilbaka til Betsædu. Og meðan sendi hann fólki brott og þá hann hafði kvatt það fór hann til fjalls að biðjast fyrir. Muniði við rættum það í einu þættinum, Jesús fór alltaf til hlaða batterín. Hann fór alltaf til að rækta andlega lífið sitt. Hann fór og bað, hann talaði við Guð, hann talaði við föðurinn. Og þegar kvöld var komið var báturinn á miðju vatni en Jesús einn á landi. Þeir fóru sem sagt undan og hann var enn í land að biðja. Hann sá að þeim var þungur róðurinn, því að vindur var á móti þeim og langt var liðið nætur. Kemur hann til þeirra gangandi á vatninu og ætla fram hjá þeim. Sjáðu til, það er hvassviðri og þeim gengur ekki vel að róa. Ég man eftir einu sinni þegar ég var með Einari frænda mínum á Eyrarvatni, Vatnaskógi
og þar var gamall bátur bruni og við vorum úti langt út af vatni og þurftum að komast aftur í tæka tíð í land því að það átti að skila báturum og ganga frá og það hvessti og okkur gekk ekki vel að róa svo ég skil mæta vel hvað þeir eru að gera eiga við þarna lærisveinarnir. Þarna voru við náttúrulega bara litli guttar, þarna eru fullorðnir menn, þannig að þetta hefur verið smá vindur og þá kemur Jesús gangandi til þeirra og hvað segir? Og ætlar fram hjá þeim. Hann ætlaði ekki að stoppa neitt í bátnum, hann ætlaði bara að halda áfram yfir, leyfa þeim að róa. Og þegar þeir sáu Jesús ganga á vatninu, hugðu þeir að þar færi vofa og þeir æptu upp fyrir sig. Þeir urðu hræddir, því að allir sáu þeir hann og urðu skelfdir. Hvernig getur nokkur gengið á vatni? Ekki hættu þessu. Jesús mælti það jafnskjótt til þeirra, verið hughröstir, þetta er ég, verið óhræddir. Og hann sté upp í bátinn til þeirra og lægði þá vindinn og þeir urðu öldungis agndofa, enda höfðu þeir ekki skilið það sem gerst hafði með brauðin hjörtu þeirra voru blind. Þetta er fyrsta hintið sem kemur, fyrsta vísbendingin. Takið eftir hvernig er sagt frá þessu í Markúsi. Það er búið að gefa öllum fjöldurum að borða. Þeir eru farnir að stað aftur tilbaka í bátnum, Jesús bað þá að fara undan sér, hann ætlaði að biðja. Svo bara gengur hann yfir til þeirra og það er rok og það er vindur og það gekk ekki vel að róa. Þetta var mjög seinlegt allt saman. Og þá stígur hann um borð og vindin lægði. Og hlustum á hvað síðan er sagt. Jesús mælti jafnskjótt, þarna kemur lýsingin á Markús en þá, það var ekki bara Jesús mælti til þeirra, jafnskjótt mælti hann til þeirra. Þetta er svona stíllinn hans svolítið. Verið hughröstir, það er ég, verið óhræddir, hann sté í bátinn til þeirra og lægði þá vindinn og þeir urðu öldungis agndofa. Hver hefði ekki orðið agndofa? Fyrstalega sjá hann gangandi á vatninu og síðan að vindinn lægði. En svo segir þessi skrýtni endir. Enda höfðu þeir ekki skilið það sem gerst hafði með brauðin. Hjörtu þeirra voru blind. Bíddu, hvað er þetta með þetta að gera? Hvaðan kemur þetta? Við sáum kraftaverkið, við erum stórkostlega hrifnir yfir hvað Jesús er öflugur og máttugur, hann er sonur Guðs, hlýtur að vera, getur ekki hann að verið, því að svona gerir enginn, svona getur enginn gert, síðan kemur hann gangandi á vatninu, hann stígur við bátinn og vindinn lægir og þeir eru öldungis agndofa. Hvað er í gangi? Enda höfðu þeir ekki skilið það sem gerst hafði með brauðin og hjörtu þeirra voru blind. Hvað þýðir þetta? Var eitthvað meira í þessum brauðum og fiskum og að fæða 5.000 sem við þurfum að skilja? Var ekki nóg að sjá bara, vá, Guð er andum fólk, hann elskar fólk og hann gerir kraftaverk til að mæta þörfum mannkynsins. Er þetta ekki stórkostlegur boðskapur? Einn og sér? Jú, vissulega, en það var eitthvað sem lærisveinarnir höfðu ekki skilið en áttu að skilja. Ekki endilega mannfjöldin allur. Þeir voru ekki með Jesú á hverjum degi til að hlusta á hann tala. Það er einhverjir leyndardómar, eitthvað sem Jesús var búinn að vera að kenna þeim. Eitthvað dýpra, eitthvað meira, eitthvað sem við fengum ekki að heyra og mannfjöldin fékk ekki að heyra. En þeir höfðu ekki skilið þetta með brauðin 5. Hjörtu þeirra voru blind. Jæja, hann er fyrsta vísbendingin. Nú skulum við fara aðeins áfram, við förum yfir 7. kaflann, allavega í bili, og förum yfir í 8. kaflann. 8. kafli, vers 1-10. Þessar mundir var enn svo við að mikill mannfjöldi var samankominn og hafði ekkert til matar. Þetta er bara eiginlega nánast sama dæmið og áðan. En þetta er ekki það sama, þetta er á öðrum tíma, en þessa mundir var enn svo við, enn og aftur, að mikill mannfjöldi var samankominn og hafði ekkert til að borða, ekkert til matar. Jesús kallar þá til sín lærisveinana og segir við þá, ég kenni í brjóstu mannfjöldan. Það er svona nefndi áðan, er það ekki nóg að skilja þetta mikla kraftaverk með að fæða fjöldan, að það er
Guð annt fólk sem honum Ég kenni brjóstu mannfjöldan, menn hafa nú verið hjá mér 3 daga og hafa ekkert til matar. Láti ég þá fara fastandi heim til sín, örmagnast þeir á leiðinni, en sumir þeirra eru langt að. Þá svöruðu lærisveinarnir: Hvar hægt að fá brauð til að metta þetta fólk hér í óbyggðum? Þetta eiginlega bara sama dæmið og áðan. Hann spurði þá: Hve mörg brauð hafið þið? Sagan endurtekur sig. Nú sögðu þeir 7 brauð. Þá bauð Jesús fólkinu að setjast á jörðina, tók brauðin 7, gjörði þakkir og braut þau og gaf lærisveinum sínum til þeir bæru þau fram. En þeir báru þau fram fyrir fólkið. Þeir höfðu og fáeina smáfiska. Hann bað Guð blessa þá og bauð að einnig þeir skyldu bornir fram. Menn neyttu og urðu mettir. Síðan tóku lærisveinarnir saman leifarnar 7 körfur. Ekki 12 núna, 7. Áður voru það 5 fiskar, nú það 7. Áðan voru það 2 fiskar, við segjum 5 brauð, nú það 7. Áðan voru það 2 fiskar, en nú það fáeinir smáfiskar. Áðan voru það 12 körfur, nú það 7. En þar voru 4.000 manns, þarna aðeins færra. Síðan lét hann fólki fara og hann stéð þegar í bátinn með lærisveinum sínum og kom í Dalmanúta byggðir. Þetta er svipað fyrirbæri eiga sér stað. Jesús að kenna það alltaf fjöldi manns í kring og það tekur allan daginn og hann eys úr viskubrunnu sínum og innsæi, segir þeim sögur til þess að opna augun sín og sjá og heyra. En þau verða svöng. Og nú sagan búin að endurtaka þetta. Nú þetta gerst 2 svar. Tökum svo aðeins neðar frá versi 14. Lærisveinarnir höfðu gleymt að taka brauð, höfðu ekki nema 1 brauð með sér í bátnum. Þeir eru farnir á stað, farnir yfir, en þeir höfðu ekki tekið mikið mat með sér af þessu sem hafði margfaldast, en það var bara 1 brauð. Jesús ámyndi þá og sagði: Gætið ykkar varið súrdeig farisea og súrdeig Heródesar. Þetta kemur kennsla fyrir lærisveinana sem þetta er svo gaman að lesa þetta vegna þess að þeir eru bara á bátnum yfir og það er 1 brauð. Þá notar hann bara tækifæri til að gauka svo að. Þetta er ekki beint í samhengi, en hann er brauðsneið, eða segir brauðleifur, og hann segir: Gætið ykkar að súrdeigi farisea og súrdeigi Heródesar. Súrdeig, hvað gerir það? Ef þú er með brauðleif og þau setur súrdeig, þá sýrist að lokum allt brauðið. Það smitar allt brauðið að lokum. Það er eðli súrdeigsins. Og hann segir: Gætið ykkur að súrdeigi sem farisearnir og súrdeigi Heródesar. Það er að segja hlutir sem þeir eru að kenna, boða og gera sem er ekki í samræmi við Guðs orð Tóra og ekki í samræmi við kennslu mína. Bara varið ykkur á því að láta það ekki smita allt brauðið ykkar, allt sem þeir eru að næra ykkur á. Svona smá skot sem kemur frá honum. Og þeir ræddu sín á milli að þeir hefðu ekki brauð. Vers 16. 17 áfram. Jesús var þess vís og segir við þá: Hvað eru þið að tala að þið hafið ekki brauð? Skinnið þið ekki enn, né skiljið? Eru hjörtu ykkar sljó? Þið hafið augu, sjáið þið ekki? Þið hafið eyru, heyrið þið ekki? Eða munið þið ekki? Þegar ég braut brauðin 5 handa 5.000, hve margar körfur fullar af brauðbitum tóku þið saman? Og þeir svara honum 12. Eða brauðin 7, sem var rétt að gerast þarna á undan, handa 4.000, hve margar körfur fullar af brauðbitum tóku þið þá saman? Og þeir svara 7. Og Jesús sagði við þá: Skiljið ekki enn? Vísbending númer 2. Sjáið til. Í fyrri með 5.000 og 5 brauð og 2 fiska og 12 körfur. Þá gerist það í bátnum, þetta allt yfirstaðið, að þeir voru agndofa yfir því sem að Jesús hefði verið að gera, og hann sagði, svo segir: En þeir skildu ekki, augu þeirra voru blind. Veitu, hvað er það sem þau skildu ekki? Hvað er það sem þau sáu ekki? Nú gerist annað svona kraftaverk. Nú það 4.000 og Jesús spyr það út í það: Hvað var þetta margt fólk?
Hvað var þetta mörg brauð? Hvað var þetta margir fiskar? Hvað var þetta margar körfur? Og þeir svöruðu því bara nákvæmlega svo þetta var. En þeir skildu ekki, segir hann. Hann sagði, skiljið ekki enn. Hvað eru það að tala um? Skynjið ekki neitt sem eru að gerast. Skiljið ekki. Eru hjörtu ykkar sljó? Þið hafið augu en sjáuð ekki. Þið hafið eyrun, heyrið ekki. Eru þið búin að gleyma? Munið ekki. Þeir gerðu þetta. En þeir skildu ekki. Tíminn búinn og eða að segja tíma okkar liðin, við erum hálftíminn komin, auðvitað getum við haft það til að lengri, við reynum aldrei okkur sirka við þetta. Við notum á föstudaginn tíma til að skoða, hvað var það sem hann var að meina? Er þetta að komast að því? Hvað var það sem hann var að tala um að þeir skildi ekki og hvað áttu þeir að skilja? Ég varðandi þessi kraft, þetta mikla kraftverk sem að þú og ég þekkjum og við erum búin að heyra þetta í sunnudagaskólanum okkar, það er búið að tala um þetta í ræðum í kirkjunum, það er nánast öll þjóðin sem þekkja þetta, þessa frásögu. En það er einhvað sem að við eigum að skilja, eitthvað sem lærisveinarnir áttu að skilja og Jesús segi, eru þið ekki búin að sjá þetta ennþá? Þetta er það sem við ætlum að skoða næst og þetta er stórkostlegt. Ég hlakka til. En kæru vinir, látum þetta duga núna og tökum þetta restina eða skýringarnir á þessu á föstudaginn og reynum að svara þessu sem að við erum að spyrjast fyrir og Jesús spurði þá um. Við ætlum að ljúka þessu með bæn, biðja Faðir voru saman fyrir þau eitthvað sem vilja og geta. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verðist þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen.